Mattheusarguðspjall, 21. kafli. Þegar þeir nálguðust Jerúsalem og komu til Betfage við Olíufjallið, sendi Jesús 2 lærisveina og sagði við þá: farið í þorpið hér framundan ykkur og jafnskjótt munuði finna östnu bundna og fola hjá henni. Leysið þau og færið mér. Ef einhver hefur orðum, þá svarið: Drottinn þarf þeirra við, og mun hann jafnskjótt senda þau. Þetta varð, svo að rættist það sem spámaðurinn sagði fyrir segið dótturinni Síón, konungur þinn kemur til þín, hógvær er hann og ríður asna, fola undan áburðargrip. Lærisveinarnir fóru og gerðu sem Jesús hafði boðið þeim, komu með ösnuna og folan og lögðu á þau klæði sín, en Jesús steig á bak. Fjöldamargir breiddu klæði sín á veginn, en aðrir hjuggu greinar af trjánum og lögðu á veginn. Og múgur sá sem á undan fór og eftir fylgdi hrópaði: Hósanna, syni Davíðs, blessaður sé sá sem kemur í nafni Drottins, Hósanna í hæstum hæðum. Þegar Jesús kom inn í Jerúsalem, varð öll borgin í uppnámi og menn spurðu: hver er hann? Fólkið svaraði: það er spámaðurinn Jesús frá Nasaret í Galíleu. Þá gekk Jesús í helgidóminn og rak út alla sem voru að selja þar og kaupa, ratt borðum víxlaranna og stólum dúfnasalanna og mælti við þá: ritað er: hús mitt á að vera bænahús, en þið gerið það að ræningjabæli. Blindir og haltir komu til Jesú í helgidóminum og hann læknaði þá. Æðstu prestarnir og fræðimennirnir sáu dásemdarverkin sem hann gerði og heyrðu börnin hrópa í helgidóminum: Hósanna, syni Davíðs. Þeir urðu gramir við og sögðu við Jesús: heyrirðu hvað þau segja? Jesús svaraði þeim: já, hafið þið aldrei lesið þetta: af munni barna og brjóstmylkinga býrð þú þér lof. Hann fór frá þeim og úr borginni til Betaníu og hafði þar náttstað. Árla morguns hélt Jesús aftur til borgarinnar og kenndi hungurs. Hann sá fíkjutré eitt við veginn og gekk að því, en fann þar ekkert nema blöðin tóm. Hann segir við það: aldrei framar vaxi ávöxtur á þér að eilífu, og fíkjutréð visnaði þegar í stað. Lærisveinarnir sáu þetta, undruðust og sögðu: hvernig gat fíkjutréð visnað svo fljótt? Jesús svaraði þeim: sannlega segi ég ykkur, ef þið eigið trú og efist ekki, getið þið ekki aðeins gert slíkt sem framkom við fíkjutréð. Þið gætuð enda sagt við fjall þetta: lyft þér upp og steyp þér í hafið, og svo mundi fara. Ef þið trúið, munið þið öðlast allt sem þið biðjið. Jesús gekk í helgidóminn. Þá komu æðstu prestarnir og öldungarnir til hans þar sem hann var að kenna og spurðu: með hvaða valdi gerir þú þetta? Hver gaf þér þetta vald? Jesús svaraði þeim: ég vil og leggja eina spurningu fyrir ykkur. Ef þið svarið mér, mun ég segja ykkur með hvaða valdi ég geri þetta. Hver fól Jóhannesi að skýra? Var það Guð eða voru það menn? Þeir ráðguðust hver við annan þetta og sögðu: ef við svörum það var Guð, spyr hann: hví trúðuð þið honum þá ekki? Ef við segjum það voru menn, megum við óttast fólkið, því að allir telja Jóhannes spámann. Og þeir svöruðu Jesú: við vitum það ekki. Jesús sagði við þá: ég segi ykkur þá ekki heldur hver fól mér að gera þetta. Jesús sagði: hvað virðist ykkur? Maður nokkur átti 2 syni. Hann gekk til hins fyrra og sagði: sonur minn, far þú og vinn í dag í víngarði mínum. Hann svaraði: það vil ég ekki. En á eftir sá hann sig hönd og fór. Þá gekk hann til hins síðara og mælti á sömu leið. Hann svaraði: já, herra, en fór hvergi. Hvor þeirra gerði vilja föðurins?
Þeir svara: Sá fyrri. Þá mælti Jesús: Sannlega segi ég ykkur, tollheimtumenn og skækjur verða á undan ykkur inn í Guðs ríki, því að Jóhannes kom til ykkar og vísaði ykkur á réttan veg og þið trúðuð honum ekki, en tollheimtumenn og skækjur trúðu honum. Það sáuð þið, en tókuð samt ekki sinnaskiptum og trúðuð honum. En sagði Jesús: Heyrið aðra dæmisögu. Landeigandinn okkur plantaði víngarð. Hann hlóð garð hann, gróf fyrir vínþröng og reisti turn, seldi hann síðan vínyrkjum á leigu og fór úr landi. Þegar ávaxtatíminn nálgaðist, sendi hann þjóna sína til vínyrkjanna að fá ávöxt sinn. En vínyrkjarnir tóku þjóna hans, börðu einn, drápu annan og grýttu hinn þriðja. Aftur sendi hann aðra þjóna, fleiri en þá fyrri, og eins fóru þeir með þá. Síðast sendi hann til þeirra son sinn og sagði: Þeir munu virða son minn. Þegar vínyrkjarnir sáu soninn, sögðu þeir sín á milli: Þetta er erfinginn, förum og drepum hann og náum arfi hans. Og þeir tóku hann, köstuðu honum út fyrir víngarðinn og drápu hann. Hvað mun nú eigandi víngarðsins gera við vínyrkja þessa þegar hann kemur? Þeir svara: Hann mun vægðarlaust tortíma þeim vondu mönnum og selja víngarðinn öðrum vínyrkjum á leigu sem gjalda honum ávöxtin á réttum tíma. Og Jesús segir við þá: Hafið aldrei lesið í ritningunum: Steinninn sem smiðirnir höfnuðu er orðin að hyrningarsteini. Þetta er verk drottins og undursamlegt í augum vorum. Þess vegna segi ég ykkur: Guðs ríki verður tekið frá ykkur og gefið þeirri þjóð sem ber ávexti þess. Sá sem fellur á þennan stein mun sundur molast, og þann sem hann fellur á mun hann sundur merja. Þegar æðstu prestarnir og farísearnir heyrðu dæmisögur Jesú, skildu þeir að hann átti við þá. Þeir vildu taka hann höndum, en óttuðust fólkið, þar eð menn töldu hann vera spámann. Mattheusar guðspjall, 22. kafli. Þá tók Jesús enn að segja þeim dæmisögu. Líkt er himnaríki og konungeinn sem gerði brúðkaup sonar síns. Hann sendi þjóna sína að kalla boðsgestina til brúðkaupsins, en þeir vildu ekki koma. Aftur sendi hann aðra þjóna og mælti: Segið boðsgestunum: Veislu mína hef ég búið, uxum mínum og alifé er slátrað og allt er tilbúið, komið í brúðkaupið. En boðsgestirnir skeittuðu ekki. Einn fór á akur sinn, annar til kaupskapar síns, en hinir tóku þjóna hans, misþyrmdu þeim og drápu. Konungur reiddist, sendi út her sinn og lét tortíma morðingjum þessum og brenna borg þeirra. Síðan segir hann við þjóna sína: Brúðkaupsveislan er tilbúin, en boðsgestirnir voru ekki verðugir. Farið því út á stræti og torg og bjóðið í brúðkaupið hverjum þeim sem þið finnið. Þjónarnir fóru út á vegina og söfnuðu öllum sem þeir fundu, vondum og góðum, svo að brúðkaupssalurinn varð alskipaður gestum. Konungur gekk þá inn að sjá gestina og leit þar mann sem var ekki búinn brúðkaupsklæðum. Hann segir við hann: Vinur, hvernig ert þú hingað kominn og ert ekki í brúðkaupsklæðum? Maðurinn gat engu svarað. Konungur sagði þá við þjóna sína: Bindið hann á höndum og fótum og varpið honum í ystu myrkur. Þar verður grátur og gnýstrandanna, því að margir eru kallaðir, en fáir útvaldir. Þá gengu farísearnir burt og tóku saman ráð sín hvernig þeir gætu flækt Jesú í orðum. Þeir senda til hans lærisveina sína ásamt Heródesar sinnum og þeir segja: Meistari, við vitum að þú ert sannorður og kennir Guðs veg í sannleika. Þú hirðir ekki álit neins, enda gerir þú þér engan mannamun. Seg okkur því hvað þér lýst, leyfist að gjalda keisaranum skatt eða ekki?
Jesús þekkti ilsku þeirra og sagði: Hvers vegna leggið þið snöru fyrir mig, hræsnarar? Sýnið mér peningin sem goldin í skatt. Þeir fengu honum denar. Hann spyr: Hvers mynd og nafn á peningnum? Þeir svara: Keisarans. Hann segir: Gjaldið þá keisaranum það sem keisarans og Guði það sem Guðs Þegar þeir heyrðu þetta, undruðust þeir, yfirgáfu hann og gengu burt. Sama dag komu Saddúkear til Jesú, en þeir neitaði að upprisa sér til og sagðu við hann: Meistari, Móse segir: Deyi maður barnlaus, þá skal bróðir hans ganga að eiga konu hans og vekja honum niðja. Hér voru með okkur 7 bræður. Sá fyrsti kvæntist og dó. Hann átti engan niðja og eftirlét því bróður sínum konuna. Eins varðum næsta og þriðja og þá alla 7. Síðast allra dó konan. Kona hvers þeirra 7 verður hún í upprisunni. Allir höfðu þeir átt hana. En Jesús svaraði þeim: Þið villist, því að þið þekkið ekki ritningarnar né mátt Guðs. Í upprisunni kvænast menn hvorki né giftast. Þeir eru sem englar á himni. En upprisu dauðra ættu þið að hafa lesið það sem Guð segir við ykkur: Ég Guð Abrahams, Guð Ísaks og Guð Jakobs. Ekki hann Guð dauðra, heldur lifenda. En mannfjöldin hlýddi á og undraðist mjög kenningu hans. Þegar farísear heyrðu að Jesús hefði gert Saddúkea orðlausa, komu þeir saman. Og einn þeirra sem var lögvitringur vildi reyna hann og spurði: Meistari, hvert hið æðsta boðorð í lögmálinu? Jesús svaraði honum: Elska skalt þú Drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þetta hið æðsta og fremsta boðorð. Annað hliðstætt þessu: Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Á þessum 2 boðorðum hvílir allt lögmálið og spámennirnir. Þegar farísearnir voru samankomnir, spurði Jesús þá: Hvað virðist ykkur Krist? Hvers son hann? Þeir svara: Davíðs. Hann segir: Hvernig getur þá Davíð, innblásinn andanum, kallað hann Drottinn? Hann segir: Drottinn sagði við minn Drottinn: Set þig mér til hægri handar, þangað til ég geri óvini þína að fótskörðinni. Fyrst Davíð kallar hann Drottinn, hvernig getur hann þá verið sonur hans? Enginn gat svarað Jesú einu orði, og frá þeim degi þorði enginn að spyrja hann neins framar. Mattheusar Guðspjall, 23. kafli. Þá talaði Jesús til mannfjöldans og lærisveina sinna: Á stóli Móse sitja fræðimenn og farísear. Því skulu þér gera og halda allt sem þeir segja yður, en eftir breytni þeirra skulu þér ekki fara, því að þeir breyta ekki sem þeir bjóða. Þeir binda þungar byrðar og leggja mönnum á herðar, en sjálfir vilja þeir ekki snerta þær einum fingri. Öll sín verk gera þeir til að sýnast fyrir mönnum. Þeir breikka minnisborða sína og stækka skúfana. Ljúft þeim að skipa hefðarsæti í veislum og æðsta bekk í samkundum, láta heilsa sér á torgum og kallast meistarar af mönnum. En þér skuluð ekki láta kalla yður meistara, því einn yðar meistari og þér öll bræður og systur. Þér skuluð ekki kalla neinn föður yðar á jörðu, því einn faðir yðar, sá sem á himnum. Þér skuluð ekki heldur láta kalla yður leiðtoga, því einn leiðtogi yðar, Kristur. Sá mesti meðal yðar sé þjónn yðar. Hver sem hefur sjálfan sig mun auðmýktur verða, en sá sem lítillækkar sjálfan sig mun hafinn verða. Vei yður fræðimenn og farísear, hræsnarar, þér læsið himnaríki fyrir mönnum,
Sjálfir gangið þér ekki þar inn og þeim sem inn vilja ganga leyfið þér eigi inn að komast. Vei yður fræðimenn og farísear, hræsnarar. Þér flytjið langar bænir að yfirskinni og hlunnfarið ekkjur og hafið af þeim heimilið þeirra. Þér munuð fá því þyngri dóm. Vei yður fræðimenn og farísear, hræsnarar. Þér farið láð og lög til að snúa einum til yðar trúar og þegar það tekst gerið þér hann hálfu verra vítisbarn en þér sjálfir eruð. Vei yður blindir leiðtogar. Þér segið, ef einhver sver við musterið, þá það ógilt, en sverji menn við gullið í musterinu, þá það gildur eiður. Blindu heimskingjar, hvort meira gullið eða musterið sem helgar gullið? Þér segið, ef einhver sver við altarið, þá það ógilt, en sverji menn við fórnina sem á því þá það gildur eiður. Blindu menn, hvort meira fórnin eða altarið sem helgar fórnina? Sá sem sver við altarið, sver við það og allt sem á því Sá sem sver við musterið, sver við það og við þann sem í því býr. Og sá sem sver við himinin, sver við hásæti Guðs og við þann sem í því situr. Vei yður fræðimenn og farísear, hræsnarar. Þér gjaldið 10 af myntu, anís og kúmeni, en hirðið ekki það sem mikilvægast í lögmálinu, réttlæti, miskunn og trúfesti. Þetta ber að gera og hitt eigi ógert að láta. Blindu leiðtogar, þér síið mýfluguna en svelgið úlfaldan. Vei yður fræðimenn og farísear, hræsnarar. Þér hreinsið bikarinn og diskinn utan, en innan eru þeir fullir yfirgangs og óhófs. Blindi farísei, hreinsaðu fyrst bikarinn innan, svo hann verði líka hreinað utan. Vei yður fræðimenn og farísear, hræsnarar. Þér líkist hvítum kölkuðum gröfum sem sýnast fagrar utan, en innan eru þær fullar af dauðra manna beinum og allskins óþverra. Þannig eru þér. Þér sýnist góðir fyrir sjónum manna, en eru það innan fullir hræstni og ranglætis. Vei yður fræðimenn og farísear, hræsnarar. Þér hlaðið upp grafir spámananna og skreytið leiði réttlátra og segið, ef vér hefðum lifað á dögum feðra vorra, hefðum vér ekki átt hlut með þeim í lífláti spámananna. Þannig vitnið þér það sjálfir að þér eruð afkomendur þeirra sem myrtu spámennina. Nú skulu þér fylla mæli feðra yðar. Höggormar og nöðru kyn, hvernig fáið þér umflúið helvítis dóm? Þess vegna sendi ég til yðar spámenn, spekinga og fræðimenn. Suma þeirra munu þér lífláta og krossfesta, aðra húðstríkja í samkundum yðar og ofsækja borg úr borg. Þannig kemur yfir yður allt saklaust blóð sem útelt hefur verið á jörðinni, frá blóði Abels hins réttláta til blóðs Sakaría Barakíassonar, sem þér drápuð milli musterisins og altarisins. Sannlega segi ég yður, allt mun þetta lenda á þessari kynslóð. Jerúsalem, Jerúsalem, þú sem líflætur spámennina og grýtir þá sem sendir eru til þín, hversu oft vildi ég safna börnum þínum eins og hænan safnar ungum sínum undir vængi sér og þér vilduð eigi. Guð mun yfirgefa musteri yðar og það verður lagt í rúst. Ég segi yður, héðan af munu þér eigi sjá mig fyrir en þér segið, blessaður sé sá sem kemur í nafni Drottins. Mattheusar Guðspjall, 24. kafli. Jesús gekk út úr helgidóminum og hélt brott. Þá komu lærisveinar hans og vildu sýna honum byggingar helgidómsins. Hann sagði við þá, sjáiðin þetta allt. Sannlega segi ég ykkur, hér verður ekki steinn yfir steini, allt verður lagt í rúst.
Þá Jesús sat á Olíufjallinu, gengu lærisveinarnir til hans og spurðu hann einslega: Segðu okkur, hvenær verður þetta? Hvernig sjáum við að þú sért að koma og veröldin að líða undir lok? Jesús svaraði þeim: Varist að láta nokkurn leiða yður í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja: Ég Kristur, og marga munu þeir leiða í villu. Þér munu spyrja hernað og ófríðartíðindi. Gætið þess að skelfast ekki. Þetta á að verða, en endirinn ekki þar með kominn. Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Þá verður hungur og landskjálftar á ýmsum stöðum. Allt þetta upphaf fæðingarhríðanna. Þá munu menn framselja yður, pína og taka af lífi, og allar þjóðir munu hata yður vegna nafns míns. Margir munu þá falla frá og framselja hver annan og hata. Fram munu koma margir falsspámenn og leiða marga í villu. Og vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna. En sá sem staðfastur allt til enda verður hólpinn. Fagnaðarerindið ríkið verður predikað alla heimsbyggðina til þess að allar þjóðir fái að heyra það, og þá mun endirinn koma. Þegar þér sjáið viðurstigð eyðileggingarinnar sem Daniel spámaður talar standa á helgum stað, lesandinn athugi það, þá flýi þeir sem í Júdeu til fjalla. Sá sem uppi á þaki fari ekki ofan að sækja neitt í hús sitt, og sá sem á akri skal ekki hverfa aftur að taka yfirhöfn sína. Vei þeim sem þungaðar eða börn hafa á brjósti á þeim dögum. Biðjið að flótti yðar verði ekki vetur eða á hvíldardegi. Þá verður sú mikla þrenging sem enginn hefur þvílík verið frá upphafi heims allt til þessa og verður aldrei framar. Ef dagar þessir hefðu ekki verið styttir, kæmist enginn maður af, en vegna hinna útvöldu verða þeir dagar styttir. Ef einhver segir þá við yður: Hér Kristur eða þar, þá trúið við ekki. Því að fram munu koma falskristar og falsspámenn, og þeir munu gera stór tákn og undur, svo að þeir gætu leitt hinn útvöldu afvega ef það und. Athugið að ég hef sagt yður það fyrir. Ef menn segja við yður: Hann í óbyggðum, þá farið ekki þangað. Ef þeir segja: Hann í leynum, þá trúið því ekki. Mannssonurinn kemur eins og elding sem leiftrar frá austri til vesturs. Þar munu ernirnir safnast sem hræið En þegar eftir þrengingu þessara daga mun sólin sortna og tunglið hætta að skína. Stjörnurnar munu hrapa af himni og festingin mun riðlast. Þá mun tákn mannssonarins birtast á himni og allar kynkvíslir jarðar hefja kveinstafi. Og menn munu sjá mannssonin koma á skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Hann mun senda út engla sína með hvellum lúðri og þeir munu safna hans útvöldu úr 4 himinskauta milli. Nemið líkingu af fíkjutrénu. Þegar greinar þess fara að mýkjast og laufið að springa út, þá vitið þér að sumar í nánd. Eins skulu þér vita þegar þér sjáið allt þetta að hann í nánd fyrir dyrum. Sannlega segi ég yður, þessi kynslóð mun ekki líða undir lok uns allt þetta komið fram. Himinn og jörð munu líða undir lok, en orð mín munu aldrei undir lok líða. En þann dag og stund veit enginn, hvorki englar á himnum né sonurinn, enginn nema faðirinn einn. Eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komu mannssonarins. Dagana fyrir flóðið átu menn og drukku, kvæntust og giftust allt til þess dags Nói gekk í örkina. Og þeir vissu ekki fyrr en flóðið kom og hreif þá alla burt. Eins verður við komu mannssonarins. Þá verða 2 á akri, annar mun tekinn,
hinn eftir skilin. Tvær munu mala á kvörn, önnur verður tekin, hin eftir skilin. Vakið því, þér vitið eigi hvaða dag drottin yðar kemur. Það skiljið þér að húsráðandi vekti og leti ekki brjótast inn í húsitt ef hann vissi á hvaða stundu nætur þjófurinn kæmi. Verið þér og viðbúin því að mannssonurinn kemur á þeirri stundu sem þér ætlið eigi. Hver er sá trúi og hygni þjónn sem húsbóndin hefur sett yfir hjú sín að gefa þeim mat á réttum tíma? Sæll er sá þjónn húsbóndin finnur breyta svo hann kemur. Sannlega segi ég yður, hann mun setja hann yfir allar eigur sínar. En ef illur þjónn segir í hjarta sínu, húsbónda mínum dvelst, og hann tekur að berja samþjóna sína og eta og drekka með svöllurum, þá mun húsbóndi þess þjóns koma á þeim degi sem hann væntir ekki, á þeirri stundu sem hann veit ekki, höggva hann og láta hann fá hlut með hræsnurum. Þar verður grátur og gnístran tanna.